You. Hey, við byrjum eftir 1 mínútu, starting in 1 minute. All right, announcement in English before we start. We're going to be in Icelandic today, so if you need translation devices, they're in the back in the little tub container. Some of them have 2 headphones per unit, so just keep that in mind as you pick one if you're sitting next to each other. Sometimes you have to wiggle it around the headphone jack if you have 2 headphones in 1 unit, because if you have it plugged all the way in, it doesn't work for some reason. So, switching over to Icelandic. En eins og við gerum alveg núna senastu vikur, þá ætlum við að byrja á spurningu frá katekísis. Ég veit ekki hvað er gott íslenskt orð fyrir katekísis, en ég held mig bara við það þannig til ég finna eitthvað nýtt. Og það er spurning 4 úr The Orthodox Catechism. Hvað krefst lögmál Guðs af okkur? Kristur kennir okkur þetta í samantekt í Mattheusarguðspjalli 22, 37-40. Elska Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum 2 boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Og mig langar að lesa frá 1. Mósebók 7. kafla, versi 5. Þú skalt elska Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og af öllum mætti þínum. Og eitt af því sem ég hef tekið eftir fariseanir, ef við vitum fariseana á tíma Jesú Krist, að þá horfðu þeir rosalega mikið á hvað þetta ekki að gera, og þegar það kemur að Jesú Kristi að svara hvað er það mikilvægasta í lögmálinu, og þá segir hann í rauninni ef þú fókusar á þessar 2 hluti sem við eigum að gera, elska Guð af öllu hjarta, af öllu mætti, af öllu sál okkar og elska náungan eins og sjálfan okkur, þá uppfyllist öll hinn 615 boðorð Gamla testamentsins ef við höldum þessi 2. En eitt af því sem gerir kristna trú svolítið frábrugðna öðrum er að þetta er auðvitað verkefni sem er ómögulegt fyrir okkur að uppfylla. Að við getum ekki elska Guð fullkomlega, við getum ekki elska aðra fullkomlega, og þannig að við finnum okkur í þörf á því að Guð nálgist ófullkomið fólk, og auðvitað spurningin í næstu viku fer svolítið í þetta, en mér langar að minna okkur á samt þetta verkefni, þrátt fyrir að við klúðrum annað slagið, að þá minnumst við þess að okkar markmið í lífinu er að elska Guð vel og elska aðra vel. Við skulum biðja heilaga Faðir, við þökkum fyrir náðin og miskunn og trúfesti, við þökkum fyrir allt sem þú hefur gert og ert að gera og ætlar að gera. Og ég bið Faðir að þú gefur okkur þinn heilaga anda til að starfa í okkur, til að styrkja okkur, til að umturna okkur og hjálpa okkur í þessu verkefni okkar daglega að vakna, að minna okkur á að það er Jesús Kristur sem er Drottinn okkar og frelsari, og í ljósi þess að vera tilbúin að fara út í styrk þínum til að leggja líf okkar niður, til að elska aðra vel, til að elska þig vel. Ég bið að veita okkur styrk, ég bið að blessa þessa samkomu hér í dag. Ég bið að snerta við hjörtum okkar þegar við syngjum sannleikin sem finnst í þínu orði, og ég bið Drottinn að þú umturnir hjörtum okkar hér í dag og þú blessir okkur og varvitir og leiðir í Jesú nafni. Amen. Ef við ekki að standa upp saman og syngja.
All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own, a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Now, Lord, I would be yours alone and live so almighty, the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransomed life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is you. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Amen. Jóhannesar Guðspjall 10:25-30. Jesús svaraði þeim: Ég hef sagt ykkur það, en þið trúið ekki. Verkin sem ég geri í nafni föður míns vitna mig, en þið trúið ekki því að þið eru ekki úr hópi sauða minna. Mínir sauðir heyra raust mína, og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf, og þeir skulu aldrei að eilífu glatast, og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mér þá er meiri en allir, og enginn getur slitið þá úr hendi föðurins. Ég og Faðirinn erum eitt. Amen.
Jesaja 53:3-6, hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum, líkur manni sem menn byrgja augu sín fyrir, fyrirlitinn og vér mátum hann einskis, en vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann lagði á sig. Vér áldum honum refsaðan, hann sleginn og niðurlagðan af Guði, en hann var særður vegna vorra synda, kraminn vegna vorra misgjörða. Honum var refsað svo að vér fengjum frið og fyrir hans benjað vorum við heilbrigðir. Vér fórum allir villir vega sem sauðir, héldum hver sína leið, en Drottinn lét synd vor allra koma niður á honum. Hve dýrmæt Guðs undrannáð sem uppi hóf úr synd. Ég týndur var mitt veikurt ráð, var ræfil sál mín bind. Í hjarta sendi náðin auðum hún mitt hóf. Hve vær var náðin helgur rein, sem hjartans fögnu jók. Hann fjötra braut, hann fjötra braut, nú frjáls ég er. Guðs son mig frelsar, sekt mína ber. Af hlýju gaf mér hjálpar ráð, Guðs heiluga ást og undrannáð. Úr þrautum snörum hættum hér, mig hefur frelsað náð, og náðin Drottins nægir mér. Bær á himnaláð, hann fjötra braut, hann fjötra braut, nú frjáls ég er. Guðs son mig frelsar, sekt mína ber. Af hlýju gaf mér hjálpar ráð, Guðs heiluga ást og undrannáð. Og komin heim á ljósins lóð, við lítum Herran Krist og syngjum honum siguróð. Í sælli himnavist, hann fjötra braut, nú frjáls ég er. Guðs son mig frelsar, sekt mína ber. Af hlýju gaf mér hjálpar ráð, Guðs heiluga ást og undrannáð. Einu sinni enn. Hann fjötra braut, nú frjáls ég er. Guðs son mig frelsar, sekt mína ber. Af hlýju gaf mér hjálpar ráð, Guðs heiluga ást og undrannáð. Amen. Herrum, langar að biðja fyrir kirkjun okkar, og ef þið viljið taka þátt í að gefa
að þá eins og alltaf þá kortavélin þarna til hliðar og ég læt baukinn ganga og ef þú ert að koma í fyrsta skiptið, ef þú ert til í að skilja eftir nafnitt og símanúmer og ert með einhverja spurningar þá endilega fylltu þetta út og við verum í bandi en ég ætla að láta báða ganga, það íslensku megin einu megin og ensku og hinu megin þannig að þið hafið það bara í huga. Ég ætla að láta þetta ganga á meðan tónlistin stendur yfir og kannski, Raggi, ert þú til í að hjálpa mér að láta þetta ganga? Og svo dempum við okkur í seinasta lagið hérna áður en. Já. gera þetta svolítið öðruvísi. Ég ætla að fræða nokkra tilkynningar sem við erum með. Svo ætla að taka eitt lag uppátt og svo á meðan lagið gengur yfir og þá bannastarinn bara velkomið að fara. Hver að sjá bannastarinn í dag? Er það Megan? Are you taking care? Just after the song, while we play the song. Tilkynningarnar, það eru samfélagshópar, konur, karla, blandaðir hópar,
ensku hópar, íslensku hópar og svo erum við að fara að byrja með núna á miðvikudaginn háskólahóp þar sem að Elliot ætlar að leiða okkur og ég ætla að taka þátt meðal annars og annað eins, þannig að endilega látið sjá okkur þar. Ef það eru einhverjar spurningar eða bænir sem við erum með og viljið tala um það eftir samkomu, þá verð ég til staðar og endilega potið í mig og talaði við mig. Mér langaði að deila með ykkur biðja fyrir Bob sem við vorum að biðja fyrir seinustu helgi. Eins og við vissum þá var hann að greinast með krabbameini í 3. skipti held ég, hann búinn að ganga gennum margt, búinn að fara í opna hjartaaðgerð og núna er hann að fara í gennum krabbameinsmeðferð í 3. skipti. Það sem hann var að búast við að gera er að fara heim, það var búið að segja hann að hann myndi fara heim og fara strax í frekar stóra aðgerð og annað eins. Svo kom hann heim og sagði svona kaldhæðnislega í gær, þetta hefur örugglega ekkert með að gera, svona margir eru að biðja fyrir mér, en hann kom heim og allt í einu var læknirinn frekar jákvæður með þetta allt og krabbameinið leit út fyrir miklu betra, þannig að þau ætla að pröfa alternative meðferðir sem er ekkit jafn drastískar og fara beint í aðgerð sem að bara rústa líkamanninum á margan hátt, þannig að hann er mjög ánægður með það og hann er að fara að byrja í þeim núna og svo er eiginlega bara að fara að fylgjast með krabbameininu og sjá hvað gerist, hvort það fari bara með því eða hvað sem er, þannig að það var frekar að heyra frá honum í gær. Svo er það meðlimatími, ef þú vilt gerast meðlimur í kirkjunni eða þú langar bara að vita hvað kirkjan stendur fyrir, hverju við trúum og annað eins, þá getur þú komið hér á eftir klukkan 6 hérna frammi og þetta tekur oftast til 9 en það fer eftir hversu mikið af spurningum fólk spyr, þannig að við ætlum bara að hafa gaman, við ætlum að panta pítsu einhvers staðar hann í miðjunni og líklegast verður eitthvað vegan í boði, ekki vegan, vegetarian í boði. Þannig að við ætlum að gera það á eftir, ef þú langar að skrá þig í tíman bara svo ég viti hvað ég á að prenta mikið út og svona, þá eru blöð þinna frammi á gangi. Það eru reynda 3 blöð fram á gangi sem er meðal annars ef þú vilt hjálpa okkur að setja upp og rífa niður á sunnudagssamkomum, ef þú vilt guðfræðitíminn sem er að fara að byrja næstu helgi með Dr. David Schrock. Þá er hann að fara í gennum Gamla testamentið og í rauninni saga hjálpræðisins, í rauninni hvernig bendir hvaða hlutverk spilar Gamla testamentið í því að leggja grunninn fyrir komu Krist. Og hann ætlaði að klára allt Gamla testamentið seinustu helgina sem hann kom, en ég held að hann hafi klárað fyrstu 5 Mósebækurnar ef ég man rétt, þannig að hann ætlaði að reyna að klára restina af Gamla testamentinu núna. Þannig að það verður næstu helgi 7. til 9. september. Ef þú ert með frí, þetta er mikið af tímum, þetta eru 10 til 12 klukkustundir af kennslu yfir eina helgi, þannig að verður tilbúin að fara bara þreyttur eða þreytt í vinnuna á mánudaginn, eða ætlar að taka þátt í þessu. Svo er það meðlimafundur, ef þú ert meðlimur, þá vorum við að breyta þessu. Ég tók eftir þessu seinasta sunnudag þegar ég var að lesa tilkynningarnar, að meðlimafundur átti að vera sömu helgi og guðfræðihelgin, sem hefði verið heldur mikið fyrir fólk sem væri í guðfræðihelginni, þannig að við ýttum þessu tilbaka 2 helgar, 23. september. Þannig að við ætlum að hittast klukkan 5, endilega komum við mat á grillið og svo förum við í að tala saman. Já, og svo ef þið langar að setja upp og ganga frá, þá endilega skráðu á blaði hérna á borðinu hérna frammi. Og svo var ég að setja þetta upp í gær, Lofstofan podcast. Eitt af því sem er búið að bögga mig ógeðslega lengi er að það eru ógeðslega margir Íslendingar sem gefa mér afsakanir fyrir að lesa ekki Biblíuna og mér langar að benda þeim á okkur svona hljóðbækur. Ég veit að ensku þýðingarnar eru með endalaust af hljóðbókum fyrir Biblíuna og ég er búinn að væla þessu svo lengi og ég fann leið til að búið til podcast mjög einfallega með símanum mínum. Þannig að það verða predikanir frá Lofstofunni á þessu podcasti og svo, já, þetta er biblíulestur, ekki biblíulestur. En það verður sem biblíulestur 1 kafli á dag. Það sem að ég ætla bara að lesa í gennum alla Biblíuna á næstu 3,25 árum. Þannig að endilega fylgist með því, það er mjög spennandi. Og ég ætla að gera mitt besta að gera þetta á hverjum einasta degi. Þannig að ef þið viljið heyra Biblíuna, kannski á meðan þeir eru strætó eða keyra eða hvað sem er, þá getið fundið Lofstofan podcast. Það er ekki alveg komið inn á alla hana svona plattforma ennþá. Það er ekki komið inn á iTunes eða Google Play eða eitthvað svoleiðis, en á næstu dögum þá verður það samþykkt af iTunes og Google Play og allir þessum stöðum og þá ætti að geta fengið það þar, annars getur þið fara á Lofstofuna á Facebook og séð linkinn að fyrsta podcastinu. En fyrir utan það þá kannski bara förum við í, börnin, ykkur er velkomið að fara út núna á meðan seinasta lagið er, ef þið hafið áhuga á því, ef ekki þá er algjörlega fínt að þið séu hérna. En
við ætlum að gera svolítið öðruvísi núna, okkur langar að syngja langar að syngja bara eitt sálm saman áður en að við förum inn í predikunina, þannig að ef þau eru til í að standa með okkur bara, ég held að ætlum við að gera eitthvað hljóðfæri, ætlum við bara að gera rættir. Þetta verður a cappella. A cappella, þannig að við ætlum bara að syngja. All people that on earth do dwell, sing to the Lord with cheerful voice. Him serve with mirth, his praise forth tell. Come ye before him and rejoice. Know that the Lord is God indeed. Without our aid he did us make. We are his flock, he doth us feed. And for his sheep he doth us take. Oh, enter then his gates with praise. Approach with joy his courts unto. Praise, Lord, and bless his name always. For it is seemly so to do. For why the Lord our God is good, his mercy is forever sure. His truth at all times firmly stood, and shall from age to age endure. Amen. Amen. Herru, þannig að krökkunum velkomið að fara. Líður eins og þessi of heitt í jakkanum og svo of kalt ekki. Þannig að ég ætla bara að klæða mig í jakkan einu sinni. Herru, þannig að við ætlum að fara í að byrja á því sem við vorum að tala í seinustu viku. Ég vil gera viðvörum að ég verði líklegast aðeins lengur en vanalega, þannig að ég bara biðst afsökunar. Ég var að reyna að fatta hvernig ég geti splitta þessari predikun yfir í aðra 2 predikanir og ég einfallega sá ekki bara hvar það geti skipst niður enn og aftur. Þannig að við ætlum að dempa okkur í bara sama vers og við byrjum á. Gerðist eitthvað með þessa slætu, en þetta eru sem sagt vers dagsins. Öll versin sem við erum að fara í, ef þau eru með síma eða eitthvað svoleiðis, og þið getið tekið mynd af þessu eða viljið hafa vessin. Ég held að við reynum að fara fljótt yfir þetta eru mörg vers og þannig að ef þú vilt kannski fara yfir þetta bara eftir og ekki vera vesenast í því að reyna að fylgja eftir með því að fletta í Biblíunni í hvert skipti sem þú ferð. Þannig að ég ætla að geyma þau upp á skjánum í smástund, en mér langar að bara biðja fyrir okkur, heilagur Faðir. Ég þakka þér fyrir náðin og miskunn, ég þakka þér fyrir orð þitt, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma í lotningu frammi fyrir þér, við fáum að syngja þér lofsöng, en við fáum núna að halda áfram að lofa þig með því að þekkja sannleikann betur, þekkja þig betur, megum við vaksa, Drottinn, ekki bara í hugmyndafræðilegri visku, megum við ekki bara vaksa í líkamlegri þekkingu eða hugrænni þekkingu, Drottinn, megum við vaksa í því að þegar við þekkjum þig betur, megum við dást meira að þér. Megum við dást að því sem þú hefur gert, megum við umbreytast, megum sá raunveruleiki sem við dveljum á, megum við ekki verið svo þeir farisear sem kunnu Biblíuna, en þegar sonur þinn kom þá föttuðu þeir ekki að öll reikningin var að benda á þennan mann og þeir skildu ekki tilganginn á bakvið komu hans. Megum við ekki vera svoleiðis fólk sem að kann Biblíuna hugrænt, hefur kannski lesið í gegnum hana nokkru sinnum en föttum ekki hvað hún snýst. Megum við eigna okkur raunveruleikann sem við lesum í þínu orði, megum við umbreytast og hjálpa okkur að vakna hverjum degi, afneita sjálfum okkur,
díla við synd okkar, hlaupa frá henni og í faðm þinn. Megum við líkjast þér betur og gera þig dýrlegan í öllu okkar lífi. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Ok, þannig að við ætlum í rauninni, versið sem ég langar að byrja á er í rauninni sama versið og í seinustu viku, grundvallar hugsunin á bakvið báðar predikuninnar, seinasta vika og þessi vika er þetta vers. Er að Biblían sé æðsta vald okkar fyrir trú og lifnaðarhátt og þar oftast það sem að flest allir eru sammála en það sem að margir í gennum kirkjutíðina hafa predikað og kent er að Biblían er ekki bara æðsta vald okkar fyrir trú og lifnaðarhátt, heldur eins og sést í Biblíunni sjálfri er hún nóg. Ef að Guð kemur og mæti þér og gefur þér sinn heilaga anda og sitt heilaga orð og kirkjuna sína, að þá er það nóg til þess að byggja okkur og gera okkur undirbúin fyrir sérhvert gott verk sem að Guð hefur fyrir okkur. Þannig að lesum 2. Tímóteusbréf 3. kafla 14-17. En halt þú stöðulega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á, þar að þú veist af hverjum þú hefur numið það. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar. Þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Kristi Jesú. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúinn og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Áður en við byrjum, Friðberg, ertu að taka upp það sem voru að þýða? Good, ok. Ef þú varst ekki inn í seinustu viku þá eyddum við nokkuð mikið af tíma í að fara í þær aðferðir og þann orðaforða sem notaður af kristnum í dag til þess að lýsa því hvernig það heyrir í Guði eða þekkir vilja hans fyrir líf þeirra. Og því miður þá höfum við tekið orðaforða og vers úr Biblíunni, við höfum tekið þau úr samhengi og látið það þýða þessi vers eins og að leitast eftir opnum hurðum eða frið Guðs til að leiða okkur eða annað eins og við höfum látið að þýða eitthvað allt annað heldur en versin snerust um. Og það sem við vorum að tala um í seinustu viku er fyrsti hluti af þessum tveim predikunum sem er hvernig þekki ég rödd og vilja Guðs fyrir mitt líf. Og ég vil gefa ykkur hvað Biblían segir hvernig við þekkjum rödd og vilja Guðs fyrir okkar líf og mér langar að vera trúfastur Biblíunni. Mér langar ekki að þurfa að taka vers úr samhengi sem að tala um eitthvað allt annað og láta það svo þýða eitthvað sem Gunna finnst að það ætti að segja. Mér langar að finna vers í Biblíunni sem segir okkur hvað vilji Guðs er fyrir okkar líf og ástæðan fyrir ég læt rödd og vilja Guðs saman í eina predikun er út af því að oftast þegar fólk segir hvernig þekki ég rödd Guðs, þá er það oftast að biðja að fá að þekkja rödd Guðs til þess að þekkja hver vilji Guðs er fyrir mitt líf. Hvaða ákvörðun á ég að taka? Hverju má ég að giftast? Hvaða hús á ég að kaupa? Hvaða vinnu á ég að taka? Og annað eins. Það sem við sjáum í Biblíunni er þetta að Guð notar í reikningunum vilja Guðs, þetta orðatiltæki, á 2 mismunandi vegu. Og í fyrsta lagi þá sjáum við orðin vilji Guðs notað til þess að lýsa þessum óhaggandi tilskipun sem hann hefur leyft að gerast í heiminum. Á einn eða annan hátt þá er Guð einvaldur og alvaldur yfir öllu sem gerst hér á jörð. Það er ekkert sem á sér stað sem er ekki undir hans stjórn, hvort sem það sé gott eða slæmt. Það þýðir ekki að hann sé að gera slæma hluti, en ef eitthvað gerist yfir höfuð, þá hefur það verið leyft að gerast af Guði út af því að hann er einvaldur og alvaldur. Og þessi orð til að lýsa vilja Guðs eru orð sem að lýsir því að tilskipun að eitthvað skuli gerast eða hann leyfi ykkur að gerast. Þannig að tökum sem dæmi Efesusbréf 1. kafli vers 11. Í honum hefum við þá líka öðlast arfleiðina eins og oss var fyrirhuga samkvæmt fyrir áætlun hans er framkvæmir allt eftir ályktun vilja síns. Þrátt fyrir að aðeins lítill hluti af framtíðar tilskipun Guðs er eitthvað sem við þekkjum með reikningunum, því að það eru reikningar sem muni segja okkur hvað mun gerast einn daginn, en það er mjög lítill hluti af þessari tilskipun, óhaggandi tilskipun Guðs. Oftast til þess að vita nákvæmlega hvað það er sem Guð hefur leyft að gerast, þá er eina leiðin fyrir okkur til þess að vita það, er að horfa í baksinnispeilin og sjá hvað Guð hefur leyft að gerast.
Og margir eru einmitt að reyna að komast að þessu, hvað mun Guð leyfa að gerast. En þegar við sjáum talað þennan vilja Guðs, að þá er ekki mikið í ritningunni sem segir okkur að þekkja þennan vilja Guðs áður en við tökum ákvarðanir. Þessi vilji Guðs tekur ekki aktíft hlutverk í okkar lífi. Það er passíft hlutverk sem við ætlum aðeins að fara út í seinna. En svo getur þú farið í reikningarnar og séð aðra tilvænir í vilja Guðs. Þannig að skoðum til dæmis 1. Pétursbréf 2. kafla, vers 13-15. Verið drottins vegna hlýðin allri mannlegri skipan, bæði keisara, hinum æðsta og landshöfðingjum sem hann sendir til að refsa illgjörðamönnum og til að hrósa þeim breyta vel. Það vilji Guðs að þið þaggið niður í vanþekkingu heimskra manna með því að breyta vel. Þetta öðruvísi vilji Guðs. Þetta ekki þessi óhagganlega tilskipan. Ef við sjáum 2. Pétursbréf 3:9. Ekki drottinn sein á sér með fyrirheiti þótt sumir álíta það seinlæti, heldur hann langlyndur við ykkur þar eða hann vill ekki að neinn glatist, heldur að allir komist til iðrunar. Við höldum áfram í svona svipuðum versum. 1. Þessalóníkubréf 4:3. Það vilji Guðs að þið verðið heilög. Hann vill að þið haldið ykkur frá óskýrlífi. Sama bréf, 1. Þessalóníkubréf 5:16-18. Verið ætíð glöð, biðjið án afláts, þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Og svo senasta lagið þá langar mig að taka hérna sem dæmi þennan vilja Guðs, Efesusbréfið 5:16-18. Notið hverja stund því að dagarnar eru vondir. Verið því ekki óskynsöm, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar, fyllist heldur andanum. Og þessi flokkur af þessu orðum, vilja Guðs, þýðir eitthvað allt annað heldur en þessi fyrsti flokkur. Hér ekki verið að tala eitthvað sem að Guð hefur tilskipað til þess að vera, sem óhagganlegt. Þetta eru skipanir Guðs til okkar, fyrirskipanir Guðs til okkar, sem eru brjótanlegar. Við sjáum að þessi vilji Guðs að við höldum okkur fráteknum kynferðislega fyrir hjónaband, en það gerist ekki alltaf. Við sjáum að þessi vilji Guðs að við þökkum niður í vanþekkingu heimskra manna með því að breyta vel, en það gerist ekki alltaf. Að við biðjum án afláts og erum alltaf glöð, en það gerist ekki alltaf. Að við drekkum okkur ekki full af víni, en það gerist ekki alltaf. Að vilji Guðs að allir komist til iðrunar, en það gerist ekki alltaf. Fyrri vilji Guðs eitthvað sem Guð hefur tilskipað og gert eða leyft að gerast, en þessi vilji Guðs gefinn af Guði en oft óhlýtt. Fyrri vilji Guðs ekki hægt að breyta eða fara á móti, og þessi vilji Guðs frekar oft farið á móti. Þetta gæti í rauninni verið að talað sem tilskipun Guðs versus fyrirskipun Guðs. Eða eins og guðfræðingar hérna á fyrri tíðum á ensku hafa kallað þetta the decreed will of God versus commanded will of God. En siðferðisreglur Guðs hafa verið gefnar okkar í reikningum, og þetta eru reglur sem eiga við margt og eiga við alla. Þetta ekki eitthvað sem á við hverja mannesku fyrir sig, heldur alla. Þetta ekki eitthvað persónulegt. Þannig við sjáum þessi vers. Það ekki bara hans vonum að einhverjir í kirkjunni geri þessa hluti. Það ekki bara vonum að einhverjir, þessi góðu kristnu, sleppi því að myrða annað fólk. Heldur þetta lög Guðs fyrir alla sem oft ekki hlýtt. Svo við sjáum að það Guðs vilji að þú frelsist frá syndum þínum og gerist lærisveinn Krist. Að þú fyllist heilugum anda, gefur þig undir vald ríkisins. Að þú fagnir og biðjir ávallt og alltaf að vera í þakkagjörð til Guðs. Það sem vantar upp á hér það ekkert sem bendir til þess að þú eigir að leitast eftir persónulegum vilja Guðs fyrir þitt líf. Þetta ekki fyrir einhvern einstakling til þess að átta sig á, þetta fyrir alla kirkjuna, allan líð Guðs til þess að fylgja. En býtu, geti einhver sagt,
hvar finn ég vilja Guðs fyrir hverjum ég á að giftast? Eða hvaða vinnu ég ætti að taka? Eða hvert ætti ég að flytja? Eða hversu marga krakka á ég að eignast? Hvernig á ég að uppgötva vilja Guðs fyrir mitt líf varandi þessar aðstæður? Og Biblían svarar okkur í þessum atriðum ekki með því að segja þér í rauninni hvaða konu eða karli þú átt að giftast, heldur hvernig konu eða hvernig karli þú átt að vera leitað. Biblían svarar okkur á allt annan hátt heldur en við erum svona vön og við vonumst eftir. Til dæmis, Biblían leggur ekki út fyrir þig hvernig eða hvaða vinnu þú átt að taka, hún leggur út fyrir þig hvernig vinnumaður þú átt að vera. Biblían segir mér ekki hvar ég ætti að búa, heldur hvernig nágranni ég ætti að vera. Orð Guðs segir mér ekki hvernig ég á að þjóna kirkjunni minni, heldur hvernig þjónn Guðs ég á að vera. Í öðrum orðum, að þá er Guðs vilji fyrir þig ekki staður til að flytja til, eða maki til að giftast, eða vinna sem þú átt að taka, eða þjónusta sem þú átt að sinna, heldur dílar vilji Guðs í Biblíunni, þetta orð, þegar orð vilji Guðs kemur fyrir þig, þá beinist það að hver þú ert. Og hver er fullkominn vilji Guðs fyrir okkar líf? Að við líkumst Kristi. Basically it. Eins og við töluðum hvar uppfyllist lögmálið, að við elskum allan Guð okkar af öllu hjarta, af öllu styrk og öllu sál okkar. En það er vers sem að við elskum til dæmis að grípa í. Þetta er vers sem ég elskaði til dæmis þegar Mikael greindist með krabbameinið. Og þetta er svona, ég átti í rauninni erfitt með að grípa í þetta vers út af ég vissi að þetta væri svo cringy, eitthvað svona típist kaffibollavers fyrir kristna, Rómverjabréfið 8:28. Og það er þetta hennar, við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs, þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Þetta er geðveikt vers. Sérstaklega þú ert að fara að gera erfiðleika og annað eins. En því miður, það sem hefur gerst í gennum tíðina er að fólk hefur tekið þetta vers, ekki lesið það í samhengi, og þannig að einhver er að fara að gangi gennum það að hann hætti með kærustunni sinni og hann segir, Rómverjabréfið 8:28 segir að það er fallegri beib á leiðinni. Það er það sem Rómverjabréfið 8:28 þýðir fyrir mig. Ég var rekinn úr vinnunni sem þýðir bara ég er að fá aðra vinnu sem er að fara að borga mér betur og allt er að fara að vera awesome. En svo ef þú lest næsta vers, 29, þegar þú pælir í, hvað er þetta góða sem allt á að samverka til að gera? Þeir sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhuga til þess að mótast eftir mynd sonar síns, svo að hann sé frumburður meðal margra systkina. Hvað er þetta góða? Hvert er markmiðið á bakvið Rómverjabréfið 8:28? Það er ekki að þú fáir heitari beib eða að fáir betri vinnu, það er að þú líkist Jesú Kristi betur. Þannig að þú getur farið í gegnum erfiðar aðstæður og þú getur notað þetta sem huggunarvers, að einhvern veginn muni þetta allt virka til góðs, en ofta sem að við hugsum sem gott er ekki það sem að Guð er að hugsa um. Þegar við göngum í gegnum erfiðar aðstæður, þá gæti verið að þessar erfiðar aðstæður munu í erfiðleikunum sem þú finnir þig í, láta þig líkast Kristi betur. Þegar þú greinist með eitthvað eins og Bob, þú veist að minna þig á, ég er hér tímabundið. Að hvað er ég að lifa fyrir? Er ég að lifa fyrir flottari bíla til þess að eiga, til þess að ná til fólk sem að mér er eiginlega alveg sama hvort það líki vel við mig eða ekki? Margir sem lifa lífinu sínu til þess að impressa fólk, ég man ekki íslenska orðið fyrir þetta, sem að það fílar ekki einu sinni. Lifi bara fyrir næsta atriði, eltil gulrótina alveg að gröfinni og pælir aldrei í hver er tilgangur lífsins. Hvað teygir á þér? Hvað gerir þig auðmjúkan? Hvað gerir þig kærleiksríkari og gjafmildari? Það gæti þýtt erfiðar aðstæður sem að Guð notar til þess að koma þér á þann stað að þú líkist Jesú Kristi betur. Og þegar að Guðs vilji er nefndur á þennan hátt, það á það við hvernig manneskja þú ert, ekki hversu mikið þú getur skemmt þér eða hversu mikið þú getur átt, og í endan á öllu því sem við göngum í gegnum þá líkist við Jesú Krist
meira. Þegar þú lest orðin vilji Guðs í Biblíunni, þá getur þú spurt þig að þessari spurningu, í hvor hópinn fellur þetta vilji Guðs? Þetta hinn óhaggandi tilskipun Guðs? Eða þetta fyrirskipun Guðs sem að hann hefur lagt fyrir okkur til að fylgja og því miður er oft brotið á? Á einn bóginn þá lestu til dæmis Rómarbréf 12 að það sé vilji Guðs að við breytum hugafari, að við leggjum niður líf okkar sem lifandi fórn og fylgjum ekki heiminum heldur Kristi og að gera hið góða og hið fagra og hið fullkomna. Og þarna er skipun Guðs til okkar sem er lagt fyrir alla menn að annarkvort hlýða eða fara á móti. Og á hinn bóginn þá getur við lesið til dæmis Póstulasöguna í öðrum kafla þegar Pétur kemur með sína predikun og hvað segir hann? Áður en að heiminum var lagður þá vissi Guð að Jesús Kristur myndi vera krossfestur. Þetta er óhaggandi, þá var vilji Guðs að Kristur myndi deyja á krossinum fyrir okkar syndir. Þessi óhaggandi tilskipun Guðs og þú getur rauninni alltaf þú sérð Biblíun að vera að tala vilja Guðs, spurt þig einfallega hvor flokkinn dettur þetta í og það er alltaf annað hvor. Þegar það kemur að einstaklingsbundum vilja Guðs fyrir okkar líf, þá er það eitthvað sem við verðum að uppgöta en það kemur ekki fram í reikningunum. Kennir Biblían að við verðum til dæmis að uppgöta leyndan vilja Guðs áður en við tökum ákvarðanir? Það er ekki neitt staður í Biblíunni sem bendir til þess. Guð veit hver ákvörðun mín verður og hann hefur ekki tekið ákvörðun fyrir mig. Það er engin einstaklingsbundin fullkomin vilji Guðs sem þarf að uppgöta eða passífur vilji Guðs sem þarf að hafa í huga þegar þú ert að taka þín ákvörðun. En Guð í reikningunum hefur gefið okkur reglur sem gerur okkur kleift að taka ákvörðun sjálf. Þú veist, foreldrar henni eða þeir sem vonið eftir því að vera foreldrar einn daginn. Er það vilji Guðs fyrir ykkar börn að þau séu 30 og ennþá að hringi í þig og spyrja hvort þetta fyrir stuttbuxum eða gallabuxum í vinnuna? Og þegar ég veit að mín von er svo að þegar þau eru 30, ég er rétt náð þessu, ég er 29, ég er loksins hættur að hringi mömmu, spyrja hvað ég á að fara. En mín von fyrir mína krakka er að þegar þau eru 30, að ég sé búin að gefa þeir prinsipin á bak við góðar ákvörðunartökur sem gerir þeim kleift að þau fatti að þau með hringi mig hvenær sem er fyrir ráð, en á sama tíma að þau séu með prinsipin sem gerir það verkum að þau geta tekið góða ákvörðun sjálf. Og mér sýnist að það sé það sem að Guð gerir í reikningunum. Þetta þýðir ekki að Guð sé saman ykkur. Nei, auðvitað ekki. Auðvitað er hann hluti af lífi okkar og nei, þú ert ekki einn í þínum aðstæðum eða einn. Spurningin er ekki hvort hann sé hluti af lífi okkar, heldur hvernig hlutverk hans lítur út. Hvernig starfar hann? Hann gæti gert hvað sem hann vildi til þess að sýna okkur vilja sinn fyrir okkar líf, en hann hefur í reikningunum sýnt hvernig hann starfar. Og restina af þessari predikun þá vil ég að snúist hvaða fyrirmynd það er sem Biblían hefur skilið eftir handa okkur. Og hér er það sem við sjáum í Biblíunni. Það eru 5 punktar. Ég glemdi að láta það upp á skjáin. Númer 1. Það eru reglur Guðs sem eru lagðar fyrir okkur sem eru gefnar til þess að við hlýðum með. Númer 2. Það eru mikilvægar og stórar ákvarðanir sem eru einfaldlega fyrir þig að ákveða þig Númer 3. Þegar það kemur að því sem kemur ekki fram í reglum Guðs, þá er frelsi fyrir mig og þig að velja hvað við gerum. Númer 4. Mín persónulega sannfæring og þrá er mikilvæg og ég ætti að fylgja henni ef hún fer ekki á móti vilja Guðs. Númer 5. Að ég nota tíma minn viturlega og sé ekki að bíða eftir svari frá Guði ef það er engin grundvöllur fyrir því að bíða. Þannig að Efesusbréf 5. kafli 15-16 þá segir hér: Hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávís heldur sem vís,
Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Svo við eigum að nota tíma okkar og Jakob nefnir í sínu bréfi þegar hann segir vantar ykkur að vita vilja Guðs fyrir ykkar líf? Hann talar ekki vilja Guðs, hann talar visku. Svo Jakobs bréf 1:5 ef einhver mann í ykkar hópi brestur visku þá biðji hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefast. Og ég sé í kirkjunni margar leiðir til þess að komast að niðurstöðu hvað ætti að gerast en ekkert af þeim felur í sér að bíða eftir persónulegri leiðsögn Guðs í þeirri ákvörðun. Og ég hef verið mjög marg að kenna og ég trúði þessu sjálfur margt tímabil ég trúði því sjálfur að maður ætti í rauninni ekki að gera neitt fyrir maður vissi nákvæmlega hvað Guð var búinn að ákveða fyrir mann að gera. Það var lag sem við sungum hérna What you say I say, what you do I do, Lord. Svona, sem gaf þetta til kynna að ég ætti ekki að gera neitt, ég ætti ekki að segja neitt nema ég vissi hvað Guð vildi segja, ég ætti ekki að gera neitt fyrir en ég vissi hvað Guð vildi gera. En Efesusbréf, 5. kafli, myndi fara á móti þessu. Það segir, ef það engin ástæða fyrir því að bíða, notaði tíma þinn til að vinna vel því að dagarnir eru vondir. Og ég sé í reikningunum sem bendir mér á að uppgöta, ekkert í reikningunum sem bendir mér á að uppgöta áætlun Guðs fyrir mitt líf áður en ég tek einhverja ákvörðun í lífinu. En ég sé hins vegar í Biblíunni fyrirmynd sem kennir okkur að taka ákvarðanir. Og í einni setningu þá myndi ég í rauninni segja það svona. Með reglur og visku Guðs í huga sem okkur gefið í reikningunum, þá þér frjáls að taka hvaða ákvörðun sem með Guðs blessun. Og hér ég ekki ít undir það að þú sért mikilvægur en Guð, heldur, ég ekki ít undir hroka, en ef reglur og viska Guðs í huga þínum þegar þú ert að taka ákvörðun, að þá hefur þú blessun Guðs til að taka ákvörðun með það í huga. Og einn uppáhald svona gamli guðfræðingur minn, ég held að Ágústínus frá Hippo fættist 315 árum eftir Kristi eitthvað svoleiðis, var hann í Norður Afríku sem biskup. Hann kom með þessa setningu. Hann sagði, elskaðu Guð og gerðu hvað sem þú vilt. Því að sú sál sem þjálfuð í að elska Guð mun ekkert gera sem móðgar þann sem hún elskar. En til að útskýra það fordæmi sem Biblían leggur út fyrir okkur, þá held ég að það séu 3 hlutir sem þarf að hafa í huga. Hægt að mála þetta upp með 3 mismunandi hringum og ég veit að þetta mjög spennandi fyrir ykkur en ég búinn að teikna mína fyrstu mynd og nú sjáu þau, ég skrifa eins og 7 ára krakki, þannig mín mynd, þetta mitt listaverk þessa vikuna. Ég held að þetta eitthvað sem væri gott að hafa í huga þegar maður að taka ákvörðun. Fyrsti og stærsti hringurinn Guðs siðferðislegi vilji fyrir okkar líf. Allt fyrir utan þennan hring ekki í boði fyrir þann kristna að gera. Og þetta siðferðisboðar Guðs ekki einungis að tala að markmið okkar sé siðferðislega gott eða slæmt, heldur líka hvernig við komumst þangað. Tökum sem dæmi. Þannig að þú ert að missa vinnuna og þú þarft að finna þér innkomu frá einhverjum stað og einn bóginn þá ertu frekar góður í að mála og þú gætir verið málari, mála bílastæði og ljósastöra. Ég veit aldrei hvað þeir að mála á þessum ljósastörum. Ég held alltaf að ljósastöra væri bara gráir en allavega það alltaf einhverjir að mála ljósastöra og svona. Kannski það ein hugmyndin sem þú getur ímyndað þér að gera. Svo hinn bóginn þá datt þér í huga í gær þá varstu að horfa á bíómynd þar sem mafjósar var að þéra frekar mikið pening og við að byggja upp svona dópveldi í heiminum að þá gætir við þénað ógeðslega mikið pening eins og bara Al Capone, nei hvað heitir hann? Al Capone. Auðvitað við pabbi biðjum fyrir pappa Al Capone. Þannig að þú varst að horfa á þá mynd hann og þú hugsaðir hann þénaði mjög mikið peningum.
Þannig að ef þú sem kristinn ert að horfa á þessu 2 ákvarðanir, á ég að vera málari og mála ljósastjóra eða á ég að vera Al Capone Íslands? Að þá veist þú, ef þú horfir á innsta hringinn, Guð er búinn að segja mér, ég á ekki að myrða, ég á ekki að stela, ég á ekki að ljúga, ég á ekki að fara á móti vilja hans fyrir mitt líf, þannig að ein af þessum ákvörðunum stendur ekki lengur í boði fyrir þann sem vil segja Jesús Kristur er drottinn míns lífs. Út af því að þú ætlar að lifa innan hans vilja fyrir þitt líf. Svo er það langar þig að gifta þig. Það er nokkuð sem Biblan hefur að segja um að gifta sig. Þú átt að giftast einhverjum sem er líka kristinn, var eitt gott dæmi. Leið og þú tekur þetta inn í myndina, þá ertu búin að strax útiloka 5 milljarða manns af jörðinni sem þú getur ekki gifst og strax þá er hringurinn að minnka og spurði þig bara svona 10 spurninga í viðbót og þú veist nákvæmlega hver kona þín er. Þú þarft að giftast einhverjum að hinu kyninu og þarft eftir út annar 1,1 milljarður af þessum kristnum strax. Dæmið er að minnka og minnka og minnka. Langaði að vera trúboði? Eða langaði kannski að starfa við það að byrja svona heima hjá þér rækt af rottum, að rækta rottur. Þá er það eitthvað gott að hafa í huga til þess að finna einhvern einstakling sem er örugglega sammála þér í að nota heimilið okkar til þess að rækta rottur, því að þú vilt ekki bara giftast einhverjum og svo flytur hún inn og surprise, þetta er félagskapurinn okkar. Ef þú vilt vera trúboði, þá kemur ekki til greina að gifta þig og haga þér svo eins og þú sért einhleypur og fara út á meðan þú skilur börnin eða konu eða kall eftir heima. Þú verður að hafa maka sem er tilbúin að fara með þér og fórna því sem þarf að fórna til þess að lifa hana. Viska myndi gera það verkum að við myndum taka þetta inn í dæmið. Af hverju er mikilvægt fyrir okkur til dæmis að lesa og dvelja á reikningunum? Annað Tímóteusbréf var að tala um það. Þessi reikning er nóg til þess að gera okkur hæf og tilbúin til þess að gera sérhvert góð verk sem Guð hefur kallað okkur til þess að gera. En þar færðu líka innsýn inn í huga Guðs. Þú færð að þekkja Guð og hans vilja fyrir þitt líf. Þú færð létti, vitandi að því að þú veist hvað það er sem að hann hefur sagt þér að gera og þú færð þá visku sem kemur úr því að dvelja á hans orði. Og í gegnum söguna til dæmis, þá hefur fólk gert hluti í nafni Guðs sem hafa farið algjörlega á móti boðorðum Guðs. Og þið kannski getið hugsað krossherferðirnar eða eitthvað svoleiðis eða að drepa hana, hvað var þetta, Salem hana, nornaveiðarnar eða það. En ég hef í huga til dæmis fólk sem við horfum líka upp til. Þú veist eins og William Carey var ótrúlegur trúboði sem Guð notaði á magnaðan hátt til að fara út í heim og segja heiminum frá fagnaðarerindinu Krist. En hvað gerði William Carey? Hann gifti sig, eignaðist börn með konunni sinni, skildu þau öll eftir í Englandi og fór svo 5.000 mílur í burtu að gera sitt verk og hitti ekki fjölskyldunni sinni í mörg ár. Þannig að var William Carey notaður af Guði algjörlega, fór hann á móti vilja Guðs? Já. En ég er allavega mjög þakkláttur fyrir það að Guð getur notað ófullkomnar manneskjur, því að ef hann gæti það ekki þá væri mjög lítið að gera sér á jörð. Því að við erum öll brotin á einn eða annan hátt. Þannig að Guð notaði hann, fór hann á móti vilja Guðs? Já. Ef þú les bara Biblíuna, eins og 1. Korinthubréf 7. kafli, þá er bókstaflega, þetta er mjög skemmtileg skylda fyrir þá sem eru giftir, en það er bókstaflega kynferðisleg skylda gagnvart hvort öðru og það er mjög erfitt að fylgja þeim boðum Guðs þegar þú ert 5.000 mílum í burtu í mörg ár. Og þetta er ein vilji Guðs sem við sjáum augljóslega komum fram í 1. Korinthubréfi 7. kafla. Það er líka á okkar ábyrgð að til dæmis kenna börnum okkar og leiða fjölskyldu okkar, en hvernig er það hægt ef að þú ert alltaf í burtu? Og í öðrum hringnum þá er að finna visku Guðs. Allt fyrir utan þann hring stendur okkur ekki í boði að fara á móti þeirri visku sem Guð hefur gefið okkur.
Og þannig að mér langar að sjá mikilvægi viskunnar, til dæmis í orðskviðunum 2. kafla 6-9. Drottinn veitir speki, af munni hans kemur þekking og hyggind. Hann geymir hinum ráðvanda gæfuna og skjöldur þeirra sem breyta grandvarlega, því að hann vakir yfir stígum réttlætisins og varveitir veg sinna rétt sínu. Þá skilur þú einnig hvað réttlæti réttur og réttsýni, skilur sérhverja braut hins góða. Þannig að með visku Guðs þá munt þú vita hvaða braut það sem að Guð hefur lagt fyrir þig. Og Jakobsbréfið 1:5 sem við vorum að lesa áðan, hvað segir okkur visku? Ef þið skorti visku, þá biðjið þið visku og Guð mun veit ykkur visku. Biblan segir okkur líka að það hægt að fá visku annars staðar, með því að stúdera og læra, með því að eignast þekkingu og fá ráð frá öðrum, og svo það reynslan. Og reynslan sem svona aðal kennarinn okkar. Þú gæti sagt það svona, hvernig lærir að taka góðar ákvarðanir? Með visku. Hvernig færði visku? Með því að læra af slæmum ákvörðunum. Það svona allavega það sem ég hef séð í mínu lífi. Ég hef tekið eina slæma ákvörðuna eftir öðru, ég læri af því og nú ég komið meiri visku fyrir næstu ákvörðun sem ég tek. Svafa að segja amen í hljóði. Þú ert að leitast eftir því að taka ákvörðun eftir vilja Guðs sem segir þér að fylgja siðferðislegum boðum Guðs og visku Guðs. En svo kemur inn seinasti hringurinn sem persónulega þrá þín og draumar. Hvað fílaru? Hvað fílaru ekki? Hvað segir sannfæringin þín við þig? Í 1. Korintharbréf 7:40 til dæmis, það fyndið vers, því að Páll basically að segja við fólk, persónulega þá held ég að þið verðið glaðari ef þið myndið sleppa því að gifta ykkur og þjóna kirkjunni bara full time, en það bara mín skoðun. Basically það sem Páll að segja við Korinthumennina. Þetta var ekki lögmál Guðs til Korinthumennina. Þetta var Páll að gefa sína persónulega skoðun að honum fannst mikilvægara að geta eytt öllu sínu lífi í að þjóna kirkjunni og öllum sínum tíma í að þjóna Guði. En í svipuðum tón þá persónuleg sannfæring þín mikilvæg. Þannig þú verður að horfa inn á við og segja, hey, hvað með þetta? Vil ég gifta mig? Ég veit að það pressan á okkur öllum, eða búist við öllum að gifta sig, en að spyrja sig, á ég að gifta mig? Eða myndi ég vilja nota allt mitt líf í að þjóna Guði? Og svo að heyra hvað þú hefur að segja það. Hvað finnst þér? Langaði að gifta þig? Giftið þig þá. Langaði ekki að gifta þig? Þjónaði þá Guði með öllu lífi. Til dæmis varandi að drekka áfengi. Þá þetta líka varandi persónulega skoðanir. Það lítið sem þú finnur í Biblíunni sem segir að banna að drekka áfengi. Páll postuli, þegar hann skrifar til Tímóteus sem að eiga við vandamála að eiga með magan á sér, segir, drektu smá vín, hætt að drekka vatn, drektu smá vín til þess að róaði magan. En svo aðrir sem veikir fyrir áfengi, sem vera fullir, og Biblían talar á móti því að vera fullur, en ekki á móti því að neita áfengis, heldur að vera fullur á áfengi. Og þá það fólk sem að kannski bara átta sig á því að ef ég drekk 1 bjór, þá blakka ég út og svo næsta sem ég veit, þá ég búin að drekka 18 bjóra og hérna ælandi niður á Laugaveginum eða eitthvað svoleiðis. Þá þarf þú átta þig á því, þannig þú með einhverja persónulega atriði sem þú ert að gangi gennum, sem þú þarft að hafa í huga. Þetta ekki regla Guðs fyrir alla, þetta eitthvað sem þú þarft að hafa í huga fyrir sjálfa þig, því að þú getur ekki höndlað þetta. Þetta ekki, svo til að skilja vilja Guðs fyrir líf þitt, þá getur einfaldlega spurt þig af 3 spurningum. Hvað vil ég gera? Það viturt? Og það rétt samkvæmt boðum Guðs? Svo það 4. ósýnilegi hringurinn hérna í listaverkinu mínu, sem sést ekki, sem það að Guð alvaldur. Þú ert hans og hann missir ekki stjórnina þrátt fyrir að þú ákveðir að gera heimskulega ákvörðun. Hann sér til þess, ef hann vill að þú gerir eitthvað, sér hann til þess að þú sért á þeim stað sem hann vill hafa þig á. Sem hefur kannski ekki áhrif á val okkar, heldur frekar viðhorf okkar þegar við ákveðum eitthvað.
að við getum sagt, gæti ég haft rangt fyrir mér? Já. Er Guð ennþá í stjórn? Já. Það gæti verið að þú sért að keyra í vinnuna og vegurinn er lokaður og umferðin er mikil og þú ert kannski svolítið eins og ég og ert bara, hvað er í gangi? Af hverju kann fólk ekki að keyra og ert bara pirraður eða pirruð og svo áður en þú veist að þú ert að keyra fram hjá okkur slysi og þú ert fyrsta manneskjan komin þangað, þú hjálpar fólkinu, svo byggist samband og þú byrjar að hanga með fólkinu, svo einhvern tíma senna þá kemur það til trúar út af því að þú varst truflaður eða trufluð á leiðinni í vinnuna og Guð sagði, mig langar að nota Róbert þarna til þess að tala við þessa mannesku og voilà, þar var Róbert, mættur á svæðið. Kannski líður þér eins og þú sért með bestu framtíðar áætlun sem að fólk gæti búið til. Þú ert búin að pæla í öllu. En eitthvað kemur upp á og gerir það verkum að þessi ákvörðun, þessi áætlun verður að engu. Það gæti valdið vonsvikni, en þú getur hvílt í því vitandi að Guð er við stjórnina. Og þetta er það sem Jakobsbréfið talar Þegar versin ekki segja á morgun eða á næsta ári þá ætla ég að gera hitt og þetta heldur ef Guð leyfir. Hann er ekki að mótmála því að fólk sé að búa til áætlun fyrir sitt líf. Hann er að mótmála því að fólk sé það hrokafullt að halda það viti hvar það verður eða hvernig aðstæður verða á morgun eða á næsta ári. Heldur að muna alltaf, ég veit ekki hvernig aðstæður verða á morgun eða á næsta ári. En ef Guð leyfir, þá stefni ég á að vera komin hingað eftir 5 ár. Planaðu lífið þitt, lifðu þínu lífi, en vertu opinn fyrir því að Guð endurbeini þér í aðra átt. Að taka ákvörðun er ekki einhvern veginn sjötta skilningarvit okkar. Þetta er ekki sérstakur eiginleiki til að þekkja rödd Guðs þegar aðrir geta það ekki. Þetta er mjög praktískt og einfalt. Andlegur þroski þýðir að vaxa í þekkingu á boðum Guðs, á visku Guðs og að elska hann meira og vera undirgefin Guði í öllu þínu lífi. Það er það sem andlegur þroski snýst Og þegar þú gerir þessar hluti þá er það endar niðurstaðan er guðlegur friður. Ekki friður til að innsigla það að þú hefur tekið rétta ákvörðun, heldur friður sem kemur út frá því að þú veist að Guð er ennþá við stjórnina. Að sama hversu mikilvægur ég tel mig vera, að þá er ennþá Guð við stjórnina og ef ég gerir mistök sem munu koma, þá er það og ekki að fara að rugla í áætlun Guðs fyrir heiminn. Það er ekki eins og Guð sé að naga neglunar upp á heimnum. Ég vona að á morgun Gunni taki þessa réttu ákvörðun svo ég geti haldið áfram að starfa á Íslandi eða að Nonni geri þetta í vinnunni svo ég geti gert mitt verk. Hann er við stjórnina, jafnvel í mistökum okkar. Og ef þú ert ekki upplifað frið, þá er það kannski að spyrja þig af hverju. Er það eitthvað sem þú veist að þú ert að gera sem er rangt, sem að heilagur andi er að benda þér á? Er það eitthvað sem fer á móti visku Guðs sem þú ert að gera? Sem þú veist að þú ert að gera, þannig að þú er að reyna að ýta þessari tilfinningu niður út af því þið langar að gera það, eða ertu bara spenntur, eða spennt. En eins og ég sagði í seinustu viku, ef Guð vill hindra þig í að gera það sem þú ert að gera og beina þér á aðra leið, þá er þetta undantekningin, ekki reglan, en Guð er fullfær að koma inn í þínar aðstöður og beina þér á rétta leið. En þegar hann kemur, eins og þegar við lesum Biblíuna, hvernig heyrir fólk rödd Guðs? Það er bókstaflega rödd sem talar til fólks sem segir þeim hvað á að gera. Það er hvernig þeir heyrðu í rödd Guðs. Það var bókstaflega rödd sem talaði. Það var ekki einhvern innri tilfinning eða eitthvað svoleiðis, bókstaflega rödd Guðs sem kom. Og þegar ég lesi ekki Biblíuna og ég sé þegar Guð kemur inn í aðstæður, þá kemur hann óvænt inn í aðstæður. Hann truflar þáverandi áætlanir, til dæmis Páll postuli eða Sál,
á leiðinni til Damaskus og hann ætlar að fara að fangelsa kristna og drepa kristna og allt í einu veit hann ekki að því að eftir 10 mínútur þá ætlar hann að gerast kristinn. Og Guð kemur inn í þær aðstæður og hann truflar áætlanirnar sem að Sál var með, breytir nafninu hans og voilà, þú ert orðinn kristinn og lærisveinn minn og ég ætla að nota þig. Þegar að Guð kemur inn í aðstæður þá er það yfirþyrmandi, þá er það yfirnáttúrulegt, það er skýrt og það kemur á óvart. Er Guð velkomið að gera þessa hluti? Algjörlega. En það sem ég til dæmis þoli ekki er að fólk sem að heldur það sé að gera mikið úr getu Guðs til að gera yfirnáttúrulega hluti, finnst mér oft minnka getu Guðs til að gera yfirnáttúrulega hluti. Til dæmis ég veit að einhverjir hér inni eru ósammála mér í til dæmis hvernig ég þýði tungutal í Biblíunni. Tungutal fyrir mér er bókstaflega tungumál sem að manneskja byrjar að tala sem að kanni ekki tungumálið áður eins og við sjáum í Póstlagsögunni. Mér finnst það gera mikið úr yfirnáttúrulegu verki Guðs því að það er ótrúlegt að einhver skyldi gera það. Og mér finnst til dæmis gera lítið ef það er bara barnatal sem að ég gæti farið að herma eftir. Og sama hátt með þetta, fólk sem að tala ég heyri í rödd Guðs eins og ekki aðrir. Mér finnst að gera lítið úr því sem að Guð hefur gert í gennum alla Biblíuna. Hvað var rödd Guðs? Hann talaði til 600.000 Ísraelsmanna af fjalli, bókstafleg rödd sem kom á svæðið og þeir heyrðu hvað hann var að segja. Hann kom og hristi allt, hann talaði með rödd sinni fullkomlega á skýran hátt og þegar við leitumst eftir að vera að gera mikið úr verkum Guðs með því að leitast eftir skilaboðum Guðs hvar sem er, eins og með því að detta yfir málningadollu og það málast eitthvað á vegginn sem að lítur út eins og kengúra og þú ákveður að fara til Ástralíu eða hvað sem er. Að við leitumst eftir kraftaverkum að bak við allan stein, að þá erum við í rauninni að gera lítið úr því. En hvað ef við segjum bara, ef að Guð vil tala, þá bara talar hann. Og það verður bara mjög, mjög augljóst þegar að Guð talaði um mig, út af ég veit að í Biblíunni þegar englar mæta á svæði, þá verður allir skítrættir. Og ef að Guð talar, þá veit ég að ég eftir að þá eitthvað eftir að gerast. Eitthvað skonar kannski accidents gerast. Hórum til dæmis að dæmi í Páls postula. Hann segir í Rómarbréfinu 1. kafla að hann vilji koma til Róm að hitta þá sem eru þar, hann vil uppörfa þá og vera uppörfaðar af þeim. Og þessi áætlun var ekki gefin af Guði eða bönnuð af Guði, en var í samræmi við hans köllun að ná til heiðingja og það var nóg af heiðingjum í Róm. Hann er á leiðinni til Spánar og það meikar sens að hann stoppi við í Róm. Hann vil sjá fólk koma til trúar og biður fyrir þessu tækifæri og vinnur að þessu markmiði. Hann er ekki hræddur við að fara á undan áætlun Guðs fyrir sitt líf. Hann er að vona og biðja og vinna að þessu að komast til Róm og nefnir að það muni gerast ef það er vilji Guðs. Nú hvaða vilji Guðs? Sá vilji sem er óhagganlegur og fyrir skipaður. Nú þegar hann kemur loksins til Róm, þá kemur hann til Róm en hann er hlekkjaður og hann er í fangelsi. Þannig að hann komst á endanum til Róm en kannski í öðrum aðstæðum en hann bjóst við. Í 1. Korintharbréfi 7. kafla eru lögfræðimál að rísa upp frá meðlimum í kirkjunni gagnvart öðrum meðlimum í kirkjunni. Og Páll er að skrifa til Korintumanna og hann segir, er engin vitur ykkar á meðal sem getur komist að niðurstöðum þetta? Er engin eitthvað aðeins meira gáðari en aðrir sem getur bara tekið ákvörðun, er hlutlaus í staðinn fyrir að þið séu að fara fyrir dómstóla heiðingjana og gera lítið úr kirkju Guðs með því að sýna að bróðir sé að lögsækja bróðir og systir að lögsækja systur fyrir framan alla borgina. Er engin ykkar á meðal sem er vitur og getur tekið ákvörðun þetta? Póstulasagan 15. kafli, þar er Jerúsalem ráðið. Það er rauninni, fyrst sem er ókslega fyndið, að þannig er fullt af kristnum komnir saman, byrju, má Guð frelsa heiðingja? Ætlum við að leyfa Guði bara að frelsa heiðingjana svona? Pétur, hvað ertu eiginlega búin að gera? Þeir eru að taka ákvörðunum, Jerúsalem ráðið, þetta var áður. Jerúsalem ráðið er rauninni þessi ákvörðunum taka sem ég mjög þakkláttur fyrir. Það sem þeir eru að pæla í, byrju,
ef þú ætlar að vera kristinn þarftu að gera gyðingu fyrst. Þeir eru að fara að umskera alla þessa heiðingja henn úti eða hvernig virkar þetta allt? Og þeir eru að tala þetta. Hvað er það í gamla lögmálunni sem að kristnir núna eiga að fylgja? Og þeir þurfa að taka ákvörðun. Þeir ræða málin sín á milli og áhugavert er að þeir segja ekki jæja, nú þegar við erum búin að tala þá skulum við leyfa Guð að tala hér. Skulum heyra hvað Guð hefur að segja þetta nú þegar Páll er búin að tjá sig sitt mál. Heldur segja þeir eftir að hafa dvalið á reikningunum leitað af visku frá Guði og öðrum á meðal þeirra, þá komast þeirra niðurstöðu og senda niðurstöðu sína til kirkjunar. Þeir sáu þeirra samkomu þannig vera leið Guðs sem að hann myndi nota til að tala til þeirra. Og niðurstaðan sem þeir komist að segja þeir gefin af heilugum anda. En þannig var að þeir horfðu á að þessi aðili er hér af Guði og hann er komið með sín rök og við erum hér að pússa hvort annað, við erum hér að komast að guðlegri niðurstöðu samkvæmt visku Guðs og boðum Guðs hvað það er sem kirkjan á að gera. Og þegar þeir sendu boðin út og segja heilagur andi hefur sagt okkur að gera þetta. Apóstolasögunni 15:36, þá sérðu enn aðra ferð sem Páll ætlar í, en ekkert talað sérstaka köllun. Hvað með að við myndum til dæmis ekki þurfa að biðja fyrir því hvort við ættum að sýna gestrisni? Eða gjafmildi, eða kærleika, heldur að hafa bara boð Guðs í huga. Til dæmis orðskvinir, aftur 3:27, synjaðu ekki góðs þeim sem þarnast ef það er á þínu valdi að veita það. En er boð Guðs. Ef þú getur gert eitthvað gott fyrir einstakling, ekki fara að biðja fyrir því. Gerðu það bara. Ef það er á þínu valdi, þú hefur vilja og getu til að gera þessa hluti, gerðu það bara. Tökum sem dæmi hjónaband. Líklegast næst stærsta ákvörðun lífstíns. Hvað segir Biblan þér að þú er að leitast eftir í maka? Þannig að þú getur farið í 1. Korinthubréf 7. kafla og þar byrjar Páll ekki að spyrja að hver það er sem þú átt að giftast, heldur átt að giftast yfir höfuð. Og það eru kostir og gallar við að vera einhleypur og að vera giftur. Kostinir eru þeir að ef þú ert einhleypur þá getur þú eytt öllum þínum tíma í að þjóna Guði. Gallanir eru þeir að þú munt vera kynferðislega frústreraður allt þitt líf, þar sem að kynlíf fyrir utan hjónaband er á móti boðum Guðs. Og annar galli getur verið það að þú ert einmana. Þetta eru kostinir, þú getur þjóna Guði með öllu þínu lífi, svo er þetta sem er náttúrulega mjög erfitt, eða öllu þínu lífi og þú getur upplifið einmannaleika og annað eins. Svo er það kostir og gallar við að vera í hjónabandi. Kostir, þú sleppur því að vera einmana, færa stundar kynlíf, sem er mjög gott, perk. Gallar, þú þarf nú fyrst og fremst að sjá fjölskylduna hérna. Getur ekki eytt öllum þínum tíma að lifa í að þjónusta kirkjunni og Guði. Það eru mistök og synd ef þú sem einstaklingur horfir á þessi vers og ætlar að gifta þig en ennþá haga þér eins og þú sért einhleypur eða einhleyp. Það er einfaldlega Páll er að skrifa til okkar fyrir hönd Guðs, innblásið af Guði að segja okkur það virkar ekki þannig. Og þetta eru mistök sem margir hafa gert. Og svo er líka boð Guðs hvað þarf að hafa í huga við hjónaband. Ef þú ert ekki giftur, þá er það á móti boðum Guðs, til dæmis að stunda kynlíf, bara svona, ef þið vissu það ekki, þá segir Biblan það, þess að það er mjög erfitt að komast hjá því. Ef þú ert giftur, þá ertu í þessum sáttmála, dauðinn aðskilur ykkur og þú getur ekki leitað í skilnað. Nú, með þetta í huga, veldu. Þannig að ég segja þetta. Og Páll segir í versi 40, persónulega, myndi ég vera einhleypur, ég myndi þjóna kirkjunni með öllum mínu tíma, en þið gerir það sem þið viljið. Hann setur upp pros, cons, ákveði. Og það er eitt. Svo ef þú ætlar að gifta þig, þá byrjar þú einfaldlega að leitast eftir einhverjum sem er kristinn, af hinu kynnu, og á endunum bæti ég við viskuatriðum sem er gott að hafa í huga á þessari mannesku. Það er gott að njóta þess, njóta manneskuna sem þú ert að giftast. Þú sért aðlaður, þú fílir manneskuna því að þú ert að bindast þessari mannesku til lífstíðar.
Til dæmis þá tekur Biblían þá fram að giftast ekki einhverjum sem að þrasar mikið, sem að mér finnst ógeðslega fyndið. Það ekki synd, það bara stúpid. Það rauninni það sem Salomón að segja. Eitt af mínum uppáhaldsversum frá orðskvöðunum þar sem að Salomón að gefa sonum sínum ráð í orðskvöðunum 11:22. Þetta svo fyndið vers. Eins og gullringur í svínstrýni fríðkona sem enga háttvísi kann. Já, þú fær gullring en svíni kemur með. Þetta er svo gott. Og ef þú ert móðguð og þú ert kona inni, ef hann var að gefa dætrum sínum ráð, þá verður það alveg örugglega hinsegin. Þarna hann eiginlega bara að segja, hei, það fínt að kona þessi jafnfalleg og gullringur, en ef hún falleg og ekki skemmtileg og fríða innan, þá færðu svínið með. Þetta er svo gott, sko. Svo það kall til þjónustu. Kall til þjónustu. Hvernig veit ég hvað ég á að gera? Hver eru minna andlegu gjafir? Við erum með próf sem þú getur googlað og þú getur fundið hver þín andlega gjöf á netinu til dæmis. Hvað þýðir það að vera kallaður til þjónustu? Það tilfinning? Það sannfæring? Það fríður? Hvar í Biblíunni segir að ég þurfi á köllun að halda til að vera notaður í líkama Krist? Það talað að Páll og Barnabas voru kallaðir, en það ekkert talað hvernig það leit út eða hvernig svo ákvörðun komst. Var út af því að einhver í kirkjunni sagði Páll er góður í að tala, sendum hann til heiðingana, eða hvernig lítið út. En það ekkert sem að Biblían leggur eitthvað mikið upp úr að finna kall í þjónustu. Nóg að horfa á Matteus 28:18-20, farið út og gera allar þjóður á lærisveinum og skýrið þá í nafni Föðurins og Sonarins og heila sanda og kennið þeim að fylgja því sem ég boðið þér. Nóg að segja, já, mér langar að gera þetta og mér langar að gera það með því að kenna, eða mér langar að gera það með því að nota bílinn minn til þess að ná í fólk fyrir samkomur til þess að það geti komið og lært orð Guðs eða hvað sem eða sjá þá fátæku eða. Ef viskan leiðarljósi, boðum Guðs fullnægt og þráin til staðar, það nóg. Orðið köllun notað á 4 mismunandi vegu í Biblíunni. Boð, það að segja margir eru kallaðir en fáir útvaldir til dæmis. Tilfinningaleg köllun, lýsandi fyrir þá sem eru nú þegar kristnir. Það oft talað þær eru kallaðir í Biblíunni þegar þeir eru kristnir. Yfirnáttúruleg köllun sem kemur fram 3 sinnum af 218 sinnum í Nýja testamentinu. Póstulasagan 13, Páll og Barnabas til heiðingana. Póstulasagan 16, kall Páls í draumi til Makedóníu og Hebrabréfið 11, köllun Abrahams úr þjóðsinni Úr, eða ekki, Úr, já. Svo það andlegar gjafir. Páll segist vera kallaði póstuli, ég kallaði predikari. Það margir sem segja, ég kallaði til þess að predika, en ég hef heyrt mjög marga að segja þetta sem eru mjög lélegir í að predika, sem mér hefur oft þótt undarlega og hafa lítinn áhuga á því að vaksa í því að verða betri í að predika. Að það sé bara svona engin, það er bara svona gaur sem kannski búin að hugsa eitthvað í gennum vikuna og langar bara að standa í púltinu í svona 40 mínútur og bara svona bladra hvað hann var að upplifa í vikunni. Væri það ekki næs ef að Guð myndi gefa gjafir með köllunum sínum? Margir sem kalla sig til dæmis leiðtoga sem enginn að fylgja. Það enginn að fylgja þér en samt verður kallaði til að velja leiðtogi og þá, ef þú ert úti að labba og það enginn að fylgja þér, þá ertu bara að skokka. Þá ert ekki leiðtogi. Ég legg til að þú fattir hvað þú ert góður í og hefur gjafir í, ekki með því að segja að þú sért, eða þið finnst þú vera góður í þessari gjöf, heldur frekar hlusta bara eftir hvað fólk að benda þér á að gera. Ef einhver búin að segja við þig, þú ert góður í að gera þetta, kannski ef ég með gjöf í að gera þetta, ætti ég bara að gera þetta, kannski ég kallaður til að gera þetta. Ég sannfærir það að Guð kalli ekki fólk til þjónustu með því að gefa kall, heldur með því að gefa gjafir. Þegar þú spurðir hvað á ég að gera í kirkjunni, ekki spyrja þig hvað ég kallaður til að gera, spurði þig hvað ert þú hæfur eða hæf í að gera og góður eða góð í að gera. 1. Pétursbréf 4:10-11. Sér hvert ykkar hefur fengið náðargáfu. Notið þær og þjónið hvert öðru eins og góðir ráðsmenn margvíslegrar náðar Guðs,
Sá sem talar flytji Guðs orð, sá sem þjónar sýni að Guð gefi máttinn til þess, verði svo Guð vegsamaður í öllum hlutum fyrir Jesú Krist, hans dýrðin og mátturinn aldir alda. Amen. Og fyrir flest okkar hér inn í dag, ef þú vilt vita hvað þú ert kallaður eða kölluð til að gera, þá það einfaldlega að horfa inn á við og sjá hvað ert góð eða góður í að gera. Og þegar það kemur í ljós, kannski veistu það ekki, en þá myndi ég segja bara hjálpa þau, bara byrjaðu að gera eitthvað. Skráðu að setja upp og rífa niður og svo leyfðu fólki að hanga með þér og segja, hei, þú ert frekar fyndin, kannski ætti þú að vera eitthvað svona Kristin stand-up comedian eða eitthvað hlust, ég veit ekki, en leyfðu fólki að segja þér hvað það sér í þér og að hafa það í huga. Fólk var til dæmis bara uppörvandi og þakklátt fyrir kennsluna sem mér fannst alveg ótrúlegt, og það ennþá kennslur á YouTube frá því ég var 17 ára að kenna og ég fæ svo mikið cringe á að horfa á þetta. Pabbi sendi mér þetta stundum svona annað slagið, þannig að hann fíli bara svona, hann að nota þessa kínversku aðferð þar sem hann lætur einn dropa falla í einu en svo algjörlega rústa þér í endan, en hann kemur svona á 6 mánaða fresti og sendi mér einhverja gamla predikun á mér. En það var upp á þeir, en fólk að segja bara, hei, gaman að heyra þið tala, eitthvað svoleiðis. Ég rannsakaði reikningar, þá sérstaklega hvað þær sögðu þá menn sem ætti að vera að leiða kirkjuna og veita yfirsýn, og ég sá að vonir mínar voru ekki á móti boðum eða viskum Guðs, og þrá mín var svo mikil að ég gat ekki ímynda mér að gera neitt annað, þannig ég ákvað að gera þetta. Til að draga þetta saman, við erum búin að vera svolítið lengi hérna í dag, og ég sagði ykkur fyrir afsakið, þetta ekki alltaf svona, en ég var að reyna að fatta hvernig ég átt að splitta þessu í margar predikanir. Til að draga þetta saman, þá ef Guð hefur gefið þér yfirnáttúrulegt, skýrt og greinilegt boð, ef hann hefur ekki gefið þessa hluti, gerðu þá það sem vitrast að gera. Ekki leitast eftir persónulegri leiðsögn, ef hún kemur, þá kemur hún. Guð meira en hæfur til að leiða þig í alvaldi sínu. Þú þarft ekki að kreista svar úr Guði, frekar reyndu að læra að taka ákvörðun samkvæmt vilja og visku Guðs. Svo það 2 mótmæli sem ég get ímynda mér, sem þetta, þetta að Guð sé ekki með áætlun fyrir mitt líf. Auðvitað Guð með áætlun. En þessi áætlun hans leynda áætlun frá upphafi heims. Hann veit nákvæmlega hvað að fara að gerast. En Biblan kennir okkur að þú þurfir ekki að vita áætlun Guðs til þess að geta tekið ákvörðun. Og svo gætir þú verið þessi manneska hér inni sem segir, bíddu. Þetta þýðir að ég þarf að lesa Biblina mína og ég þarf að biðja og ég þarf að tala við fólk og ég þarf að reiða mig á aðra og vera hluti af líkama Krist til að vita hvað Guð. Og ég segi já. Það er komið tími til að lesa og biðja og vera hluti af kirkjunni til þess að kirkjan sé notið í að benda þér á hvað það sem þú ert með gjafir í að gera og annað eins. Það er komið tími til þess að þroskast. Efesusbréfið 4, 13-15. Þangað til að við verðum öll einhuga í trúnni og þekkingu á syni Guðs, verðum fullþroska og náum vaxtartakmarki Kristfyllingar. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverju kenningarvindi og tæld af slægum mönnum með vélabröð villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikann í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið, Kristur. Þannig að það er kominn tími til að við þroskumst og við lærum að taka ákvarðanir í okkar lífi samkvæmt vilja Guðs með því að vaxa í þekkingu og ást gagnvart Guði. Með því að sækjast eftir visku hans í orði hans, frá fólki hans og leggja á hjarta okkar vilja og boð Guðs fyrir okkar líf. Og í því að taka guðlegar ákvarðanir að fatta hver köllun okkar í líkama Krist sem hann hefur bundið saman með blóði Jesú Krist í okkar stað. Þetta okkar verkefni. Og þar með predikunni lokið og við skulum biðja og enn og eftir þá var þetta svolítið svona predikun sem að þurfti svolítið einbytta á að hoppa á milli vessa og þetta mjög öðruvísi predikun og það oftast langar með að hamra á fagnaðarindinu en enn og eftir það sem ég elska við okkar kirkju að við gerum brauðsbrotningu á hverjum sunnudegi þannig að maður kemst eiginlega ekki hjá því að tala fagnaðarindi.
Ef þú ert hér inni og þú hefur ekki fengið að upplifa frið Guðs, þú hefur ekki játað Jesú Krist sem drottinn þinn og frelsara, þá er það ekki töfrabragð. Það er einfaldlega að trúa í hjartu þinni og játa með mönni þínum að Jesús Kristur er von þín, að hann með sínu blóði hefur greitt skuldina þína, hann hefur afgreitt syndina og núna hefur hann með blóði sínu keypt þig. Þú ert hans. Hann er þinn miðpunktur. Þannig ef þú ert búin að gera það hér í dag, þá endilega bið ég að koma og njóta með okkur í brauðsbrotningunni. Og þetta er í rauninni það sem að Jesús Kristur gerði með sínu lærisveinum áður en hann fór á krossinn. Það sagði hann, minnist þið mín með því að gera þessa hluti, með því að brjóta brauðið, eins og líkaminn minn var brotin í ykkar stað, þannig brjótið þið brauðið og minnist mín. Og þegar þið drekkið vínið eða safann í þessu tilviki, að þá minnist þið þess að blóð Jesú Krist rann fyrir okkur. Og eins og líkami heldur lífi, eins og matur heldur lífi í líkam okkar, þannig er það verk Krist sem heldur lífi í sálu okkar. Þannig að ef þú ert hér inni og þú ert búin að játa Jesú Krist sem drottinn þinn og frelsara, komdu og fagnaðu með okkur. En annars vil ég bara biðja og syngja þetta lag. Og þegar þú ert tilbúin, komdu þá og brjóttu brauðið og taktu í sæti 1 og við skulum fagna saman því sem að Jesús Kristur hefur gert á krossinum. Heilaga Faðir, við þökkum fyrir náðin og miskunn og trúfesti. Við þökkum fyrir son þinn, Jesú Krist, sem kom í okkar stað og dó. Drottinn, fyrir þau hér inni sem eru þreytt og uppgefin, þá bið ég að þegar við horfum til krossins, þegar við sjáum hvernig þú leiðst þjáninguna, hvernig þú horfðir á gleðina sem kom að skildi, Drottinn, að megum við læra af þér og horfa til þín, megum við horfa á þá von. Kannski finnum við okkur í erfiðum aðstæðum og við horfum á krossins og líf, en ekki dauða og ósigri. Heldur við þetta núna tákna upp á þinn sigur yfir synd og dauða, og ef við finnum okkur í aðstæðum núna þar sem við erum að ganga í gegnum erfiðleika og erfiðar aðstæður, þá getum við mynd okkur á það að þú náður að breyta tákni upp á dauða og pyntingu og þjáningu og ósigri í að vera tákna upp á sigur þinn og von þína, og þú getur breytt okkar aðstæðum einnig. Ég bið Drottinn að þú veitir okkur styrk fyrir komandi viku, og þegar við minnumst þess sem þú hefur gert í okkar stað, megum við fagna og megum við taka þennan fögnum með okkur út í vikuna þegar við leitumst eftir því að lifa þér til dýrðar í Jesú heilaga nafni. Amen. Lúkasarguðspjall 22:17-20 segir: Þá tók hann kaleg, gerði þakkir og sagði: Takið þetta og skiptið með ykkur. Því ég segi ykkur, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínveiðarins fyrr en Guðs ríki kemur. Og hann tók brauð, gerði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði: Þetta er líkami minn sem fyrir ykkur er gefinn. Gerið þetta í mína minningu. Eins tók hann kalinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: Þessi kaleikur er nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður er úthellt. Krossinum vil ég koma, Kristur, og játa þér afbrot mín. Af þyngslum þeim er ég
koma Kristur og játa þér afbrot mín. Af þyngslum þeim ég orðin þyrstur og Drottin ég þarfnast þín. Amen. Við svo sannlega þörfnumst á þér, þurfum að þér að halda Drottin. Ég þakka þér fyrir son þinn Jesú Krist sem hefur endurleist okkur. Ég bið Drottin að þeim við dveljum á verki þínu fyrir okkar hönd, að við mögum vaksa í þakklæti, í gjafmildi, í lofgjörð. Ég bið að hjálpur okkur og veitir okkur styrk þegar við einbeitum að þessu fagnaðareindi að þú komst inn í okkar aðstæður, það sem var ómögulegt fyrir menn að gera, komst þú inn og gerðir, þú greiddir leið fyrir okkur til þess að komast til þín, til þess að eiga eilíft líf, eilífa von og von hér og nú. Drottin, ég bið að hjálpur okkur að gleyma þessu aldrei, þegar að bara nóg að gera í lífinu, nóg að gera í skólanum og vinnunni eða hvað sem við erum að gera, að sjá fjölskyldur okkar, megum við aldrei gleyma því að stoppa annað slagið og minnast þess að það drifkrafturinn sem á bak við allt sem við gerum það að þú hefur komið og þú hefur endurleist okkur. Megum við vera drifin af ást til að elska, megum við vera drifin af náð til að veita öðrum náð, megum við vera drifin af þinni fyrirgefningu til að fyrirgefa öðrum. Við þökkum þér fyrir náðina, miskunn og trúfesti, fyrir son þinn Jesú Krist, hans líkama sem var brotin í okkar stað og það blóð sem rann í okkar stað í Jesú nafni. Amen. sanctified me. Thou thyself hast set me free. Herðu, það er búið að vera ánægilegt að fá að lofa Guð með ykkur í dag. Mér sýndist nokkuð mikið að fólki vera að missa sig í því að
Fyrst sunnudagurinn í mánuðinum óhollustu sunnudagur sem átti eiginlega ekki að vera punkturinn á bak við þetta, en mér finnst þetta það var eiginlega meira svona við ætlum að reyna að vera heilbrigðari sem kirkja og þannig að við ætlum að reyna að fókusa á að hafa heilbrigðari mat, en svo var það bara einhvern veginn kaos þegar kemur þessum fyrsta sunnudegi þar sem að fólk bara bíður eftir honum og þökk sé nonna, þá fullt af sykri hana frammi og mamma búin að koma með hana endilega hjálpaði okkur að losa við þetta og henni farið smá þingri hérna út. Ekkert vera að hafa áhyggjur af því núna, en bara takk fyrir að koma. Við skulum lesa Matteusarguðspjall 28:18-20 sem minnir okkur á verkefni okkar og biðja fyrir því að Guð sé með okkur í þessari viku. Og Jesús kom til þeirra, talaði við þá og sagði: allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður og Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Nú þegar samkoman er komin að enda, þá er vikan rétt að byrja. Heilagur Faðir, ég bið að þú veitir okkur styrk og augu til að sjá aðstæður kringum okkur þar sem við getum tekið þátt í þínu verki hér á Íslandi. Megum við sjá vini okkar og vandamenn, megum við biðja fyrir fólki kringum okkur og megum við vera góðir vinir og vinkonur. Megum við vera í lífum hvers annars og í lífi fólks í kringum okkur og vera reiðubúin að tala þegar tækifæri gefst og segja fólki frá þeirri von sem við höfum fengið í þér. Í Jesú nafni. Amen. Guð bless ykkur.